Komið sælega mándagur. Það er rólegt. Það er rólegt í okkur strákunum. Við vorum að klára útsendingu fyrir sín á laugardaginn og gerdagurinn fór bara í afslöpun og endurheimt, eins og það kallað. Já, sko, endurheimt einmitt, sko. Við vöktum náttúrulega alveg töluvert lengi. Eftir útsendingu fórum við bara upp í fundarherbyggi. Að drekka túli og fá okkur Dominos. Heldur betur. Og lauflétt, það var nóakropp í boði þar. Svo strákarnir voru ánægðir þegar fengu nóakroppið. Já, þeir alveg högguðu í sig, sko. En já, þannig að sko endurheimtin í gær var erfið, sko. Það var erfitt að ná sér á strik, sko. Já, ég var bara mest fínt að fá að vera aðeins heima og bara eitthvað svona, gera ekki neitt. Mér finnst það ógeðslega næs að gera ekki neitt. En svo næstu helgi þá eitthvað svona löng helgi, þá eitthvað starfsdagur á 50 degi, ég man ekki með föstudaginn. Það er alltaf frí frá 50 degi til mánudags. Og þá fyrir mín kona strax eitthvað svona, ef ekki að fara til Akureyrar, ef ekki að finna bústað. Og ég má ekki bara stundum bara vera heima og bara það má nefnilega gera ekki raskat. Það er kannski langt síðan þið fóruð eitthvað. Já, er það ekki? Mér finnst mér alltaf vera á einhverju farti, sko. Ég elska ekkert meira en bara rútínu og svo þegar maður á frídaga bara eitthvað að dóla sér. Taka strætó bara niður í bæ eða ekki, vera bara inn í hverfinu allan daginn, sko. Dýrka það, sko. Já. En förum aðeins í gegnum þetta, ég meina, nú eru loksins, við getum vel sagt að loksins kostningarnar búnar, sko, var maður ekki alveg komið mókið þessu, sko. Jú, þannig þú búið að lofa mér því að tala ekki neitt um kostningar sem það ég get ekki neitt. Að fara yfir málið. Nei. Ég er ekki að fara að tala um eitthvað einn mann inni, eitthvað þetta og ég get ekki tannig, meira bara svona stemningun í þessu. Þegar við horfum á kostningasjónvarpið, það var náttúrulega gríðaleg stemning allan bæ. Það sem ég held að fólk elski við svona kostningasjónvarp það einmitt að fá að vera á live link einhvers þar inn í miðgarði í Mosó og það er eitthvað liða. Þetta er blind fullir, það er svo gaman að sjá drukki fólk í mynd. Það er rosa gaman. Já, það er ekkert eitthvað drukk, bara fólk að hafa gaman. Já, margir drukknir. Já, einhverju drukknir. Það er ekki. Já. Þú veist, það var óslega gaman, okkur geta að gera þetta í kringum fleiri ívenda. Þú veist, bara ég veit ekki, á RÚV 2 væri bara, þegar söngvakeppnin í gangi, þá væri bara fréttamenn út allan bæ, eitthvað inn í partíum og þú veist svona valið hvað það horfa á. Já, góð punktur. Getið jafnvel verið með Eurovision í gangi en líka RÚV 2 og bara svona dott inn í partí og dott inn í þetta og það getur ekki talað líka bara svona með alla ívenda til þess bara á 17. júní eða eitthvað. Það er bara konstant útsending í gangi. Já, ég held að sé meiri eftirspurn eftir með þessu. Já. Jafnvel bara, þú veist, þegar í kringum fótboltan og svona í sumar, bara vera að stökkva inn í einhver partí og sjá fyrir aftan tjöldin eitthvað svona. Já, það er eiginlega skemmtilegast í þessu. Íslendingar elska að snuðra, sko. Þetta er svo heimsókn, svo vinsælir og hver er best að búa og allt þetta dót. Þetta við bara við dýrkum þetta. Sjá fólk í einhverjum aðstöðum og ég vil líka hrósa okkar manni, Gunnari Sigurðarsyni, hann stóð sig svakalega vel sem sérstakur sérfræðingur í fréttasetti sínar. Þú hafði nú ekki mikla trú á hann fyrir þetta gig. Jú, ég var alveg trú á hann. Þú var að hlæja á þessu? Já, ég meina þetta sko, hann dettur bara í annan gír, sko. Hann var ekkert að grínast neitt, sko. Hann var bara að fara yfir málinu og hann var inn í bara einhverju fjarðabyggða pólitík sem að ég var bara eitthvað bítu, hvaðan kemur þetta? Gunni er náttúrulega orðin 55 ára, sko. Þannig að eðlilega er hann inn í hlutanum. En mér fannst Telma, sko, þegar leið á hún var farin að hafa svolítið gaman á honum og þú fór aðeins meira að sprella þegar leið á, sko. Þannig að þetta var virkilega vel gert hjá honum. Ég bara, hrós til hans og ég held að þetta sé að þetta bara kom til að vera. Mér er svona eitt skemmtilegasta mómenti í þessu, nú ert þú búin að draga minni eitthvað kostningaspjall. Já, það er alltaf leið. Fólk er að tala um þetta á kaffistofan landsins í dag. Það var þegar hún var að lesa upp tölunar í Reykjavík og hann segir, hann Heiðar, nei, þetta er nú ekki rétt lesið hjá þér, varum við til að endurtaka þetta og hún var svo stressugreið, búin að lesa tölunar einu sinni. Hún var alveg eins og Yrsa Sigurðardóttir, alveg eins. Ég held að vera hún. Það var á ákvað Yrsa það var að fá fagmann í verki. Já, þetta er svo að fara að gera aftur. Já, það er tölunar. En þá er þetta bara einhver mekanismi hjá kostningasjónvarpi RÚV í þessu tilviki sem sér bara að þetta mattsaði ekki, bara strax. Það vantaði einhver atkvæði eitthvað.
Já, en þetta bara búið og nú bara getur Nei, þetta- svo er líka álagið á sko, maður held einhvern veginn að álagið á sem oddvitum væri bara búið Nei, þau voru náttúrulega í kosningu sem var búin fram eftir nóttu og svo var bara frétta með mættur á einimölin fyrir utan og Hildi Björnsdóttir að tala við hana alveg á fullu og svo fóruð í silfrið ég sá þau voru alveg buguð í silfrinu þau bara eða nefntir ekki neitt sko. Þetta er náttúrulega bara góðsindi fyrir fréttafólk og fjölmiðla að geta talað það er svo lítið að gerast ofta eitthvað svona en þegar er eitthvað svona í gangi þá er þetta bara sógast allt að því Ég var líka ánægð með að sósílistar fengu hana Silju Já, hún var dúlla. Sóley inn sko. Hún fór að gráta þegar hún komin á skrifstofu og þau tók á mótinni Já, eðlilega hennar flokkur Það er fínt að sko, þetta er alltaf eins og með á Alþingi það var alltaf fínt að hafa Steingrímur Jóð og Ingu Sæland og svona í stjórnarnarstöðu til að pöngast í liðinu ég held að þessi, hún getur verið helviti góð í því og svo var moment hérna á okkar heimaðalli í Austurbæ þar voru hérna Dr. Fútból og hérna spursmál strákandi, þjóðmál hérna með eitthvað svona dæmi mér skaman að sjá live link þaðan sko Ég verður bara að fá sér aðeins Já, sem bara gott Þú segir þetta samt alltaf með svona smá svona gagnrýnistón Nei, að því mér er svo gaman að sjá drukki fólki Já, það er þetta því sko Stefán Einar er alltaf heldur fyndinn sko Já Ég er mjög gaman að honum Hann er orðheppinn Ég man ekkert hvað hann sagði en ég man alltaf í hló hann var eitthvað svona eitthvað en þarna var bara fólk að kaupa bara borð á 60 skall og hlusta þá að tala um þetta ég held með því sko svona lifandi viðburðir sko við erum að hafa meira því þess vegna ætlum við ekki að gefast upp sko Gefast upp? Það var aldrei planið Nei, af því að við ætlum að setja nýja miðasölu í ganga á okkar live show Ekki núna. strax Jú, að fyrir að stýttast í það Já, ég held að segja hvenær ætlum að hafa Nei Í hvað mánuð, ef að segja það? Nei, það verður tilkynning innan skams og hérna og við munum bara, stækka þetta eitthvað og gera þetta Já, fara varlega í það ennþá betur sko Þetta er ekki að vera lögðarsvöll Það var þetta rosalegt Það var nú líka moment frá helginni hérna Átni vinnur okkar með tónleikana Já, hún heitir smyrjuða með tónleikana og þú fórst að barna tónleikana og ég fara á kvöldtónleikana því líka stemningin Ekkert smá sko, hann líka vel gert hjá hann eins og með barna tónleikana það er ekkert lið það er bara nákvæmlega klukkutími og svo bara búið það er ekki eins og uppklapp ekkert það er bara takk fyrir bless svo bara kveikt á ljósunum allir út Það var líka allt morandi í túli og nóana með hana Þar eru við saman sko Það var ánægilegt að sjá það og þú kannski líka kefti Dominos pítsu held ég bara í hléi og hérna eftir eða eitthvað Já, alls konar sko en þetta var virkilega vel hefnað viðburði í honum og bara svona ekki svona vesen, engin röð maður bara fór beint inn og alveg pláss líka, þetta var ekki svona tróð að ég hafði ágjörð því að þetta er svolítið tróðið en ég hafði bara fínt svæðið fyrir sjálf mig Og hvernig kom þessi flamethrower út? Hann var að sína okkur hérna flamethrowerinn fyrir tónleika Já, hann var með flamethrower hann upp á sviði það var svolítið fyndið Ég elska það megi bara við höfum oft verið með eitthvað svona íventa og reynda að vera bara með konfetti eða eitthvað það er bara, nei, ekki konfetti hérna Ég reyndi Svona bara með flamethrower upp á sviði Ég reyndi að flytja inn bólabissu fyrir liveshowið okkar og löggan bara, nei það er ekki boði svo sé ég hann með flamethrower þetta mattsar ekki alveg sko. Hann talaði réttu aðeilna en kannski sko er að sko, með bólabissunni þá getur þú sett hlut inn í og svona skotið hann langt en flamethrower hann fer ekkert með hann bara meter skilur það bara kveikt í einhverjum Já, þú getur gert alls konar hluti með öllu en þú veist það er satt auðveldara með flamethrower þú veist, þú getur bara snúið við og bara kveikt í görnum liðin á þér Já, það en bara kveikt samt í lögðarsvöldinu bara kveikt í einhverjum búna hliðina og svo bara brennur höllin Jú, þú getur misnota allt sko. Takk fyrir fyrirlinn, ég er hún 30 ára lokið hurðunum Einmitt Átni er bara infamous En sko, mér finnst það svo asnalegt að vera Ísland geti ekki leyft bólabissu Hefur þú séð þetta í Ameríku? Hvernig þetta er á körfuboltaleik? Það er svona bara svona snúið svona bara skýst lengst upp í sko Madison Square Garden stúkuna sko elska byssur líka sko en voru við ekki einhvern með svona bólabissu í söngvakeppninni? Jú, 2019, það var svona custom made dot sko en ég hef ekkert séð hann að neitt sko ég spurðist fyrir en það er bara já, hún er ekki til en svo það megi ekki skilur, eðlilega, kannski ekki til að láta vita
Hlaðfréttur í boði kranabíli.is og ég verð að segja það ef þú ætlar að flytja eitthvað, bara eitthvað sem er stórt og mikið og getur ekki komið upp stiga eða eitthvað en kemur því á svalinnar til dæmis ef þú þyrstir að flytja núna í blokkfannar og þyrstir að koma helvitis pizzaofninin með eitthvað myndur ekki hringi í kranabíli.is? Að sjálfsögðu. Við erum í boði póstins og pósturinn er náttúrulega bara virðing og hefð Já, bara traust. og traust. Þegar maður segir bara pósturinn, maður getur valið póstinn, alltaf pósturinn sko. Já, veljum póstinn í einu og öllu, það er traust. Svo er planki í Dalvegi, ef ykkur vantar parkett eða góða þjónustu með gólfefni, þá er það planki á Dalvegi. Það er svona margt sem er bannað á Íslandi sem að margir eiga en að þú er enginn að láta vita. Eins og til dæmis eðlan sem ég átti, Elias Iguana. Maður var ekkert að pósta því næstaðar, ekki það voru ekki samfélagsmiðla þá. En má maður ekki eiga þá bara eins og bara tarantúlu? Nei. Það má ekki og kemur bara einhver og tekur hann af þér bara. Já. En maður nú að sé þetta eitthvað svona. Hvar? Bara eitthvað svona, fólk eigi einhver dýr. Já, en þú ert ekki að láta vita af því. En hvernig er þetta eins og í Ameríku? Bara Jackson átti bara gíraffa. Er það bara... Já, það er náttúrulega, sko, við erum eyja, sko. Við erum alltaf að passa okkur, sko. Það má ekki einu sinni flytja inn bara fest kjöt hérna, sko. Það má ekki neitt. En okkur sá ég þá í einhverjum kæli daginn hvort það hafi ekki bara verið í bónus. Það kemur það ekki fyrst frosið? Og svo þiðnara í kælinum. Já. Ég skil þetta aldrei. Og svo alltaf að tala osta líka, eitthvað svona, venda þetta íslenska. Já. Svo endalaust af einhverjum ostum í kælinum sem eru ekki íslenskir. Já, til dæmis eða stelpunar okkar hafa verið óléttar þá með það ekki borða einhverja sérstaka osta, útlenska osta en samt borða allar óléttar konur út í heimi útlenska osta. Það skildi ekki neitt, sko. Nei, já, einmitt. Það fyrir einhver... Það langar að opna meira á þessi landamæri, sko. Langar mig? Já, fá fleiri eðlur eða... Já, nei, ég veit það ekki. Bara, á ekki fólk bara að fá frelsi til þess að gera sem það vill eða? Jú. Þú vilt eiga eðlu, þú veist. En hvað gerist? Ég myndi vorkina eðlunni, sant? Búið eitthvað í Vesturbænum einhverstaðar og... Já, fer ekkert út. Ekki gott líf fyrir eðluna. Nei, ekki heldur annar staðar, sko. En það hafa til dæmis einhverjir hérna í Fossvoginum, það sem ég bý, verið með hænur. En það er kannski má. Hænur eru íslenskar. Ég veit það, en mann finnst það merkilegt að sjá hænu í bakarði bara einhverju raðhúsi í Fossvoginum. En þú þarft ekki að fá eitthvað smá leyfi, eitthvað svona, ég er með húsdýr hérna. Ég veit það ekki, svo náttúrulega er þetta drullu pirrandi, sko, því að hún átti hana, vinkona mín, sko, og bara nágrannirni vöknuðu bara hanan brjálaðan alla daga. Já, það er enda svolítið pirrandi. Þannig að ég veit svo sem ekkert um það, en hún losaði sig við hanan og hænunar út af því ég held að hafi bara verið ómikið læti í þessu. Þetta er líka gríðarleg vinna. Hænur að verpa hverjum degi og þú vorst að taka þetta til og fara með þetta eitthvað Já, þetta er samt eitthvað næs, eitthvað svona alltaf egg til heimja þér Já, það er að borða svo mikið eggjum. Er það ekki að verpa átt í 3 á dag? Er það svo mikið? Nú ætti ég að vita þetta svona sem svona áhuga maður mál en ég ætla að tjekka á því. Mér þætti það rosa vel gert ef ein hæna verpir 3 eggjum á dag. Já. Þú bara komið heilan egg, bara á einni viku er það bara 20 egg. Fljótt að vera til, bara... Það er á fullu varphænur, sko. Sko, já, nei, ok, ungar og heilbrigðar hænur 5-7 egg á viku. Ég menn það var það 1 á dag, cirka. Ég kalla það nú samt alveg vel gert, sko. Þannig að það verður bara til nýtt egg inni bara á einum degi. Bara út, næsta... Já. Svo náttúrulega veturna verpaðar minna vegna minni birtu. Mér það fárlegt. Er það þá líka bara þegar þú ert með hænsna bú? Bara það komið vetur, það eru hættar að verpa. Það getur ekki verið. Maður veit svo fárlega lítið um svona... En svo getur verið með einhverja hænu sem bara snillingur í varpi, sko, og er bara með 14 á viku, sko. Þetta er bara mismandi eins og fólk er. Já. Svo fólk eignast mörg börn eða tvíbura eða eitthvað. Já. Það voru dýrin öðruvísi, sko. Já, allt sem er bannað, þetta er áhugaverð umræða, sko. Já, er Ísland eitthvað framalega því að banna hluti eða? Já, ég meina, þú veist, á meginlandinu þá getur bara, það er miklu meira að einhverju svona flæði, sko. Þú getur fengið fullt að eðlum á meginlandinu. Allt svona svoleið, sko. Elsku vitni bara í eðlur. Já, því að ég átti iguana eðlur, sko. Sem var rísa stór, sko. En ef þú böstar með hana, ferð þá sekt eða bara tekin af þér. Bara skammaður, má ekki. Nei, það er bara, hún er tekin af þér og aflífuð, skilur, það er bara alltaf þannig.
hefur ekki séð fréttir af þessu það sem einhver var með slöngu eða eitthvað svona dýr Já. það sem var böstað og það er bara drepið strax af hverju, veit ég ekki Já. af því að þú veist, þetta er bara heima hjá þér einhver smithætt af slöngu En þú lítur samt að vera skammað það er ekki bara drepið þú lítur að fá einhverja sekt eitthvað er það benni minn, 500 skoðan sekt þetta má ekki, svo bara þú veist, það lítur að vera eitthvað meira er það, er þetta ekki bara eitthvað svona ég vissi ekki að það mætti ekki að veðlu ok, passaði næst Já, ég man að vinur minn átti skjaldbökur þegar hún litlir og pappi hans miklaði þeim í bara rassvasanum inn í landið já, þegar má ekki eiga skjaldbökur ég veit það, ég það meðast það mjög töf, sko bekkurinn minn átti skjaldbökur semst í Grandaskóla þá voru 3 skjaldbökur sem gengu á milli þú veist, ég fekk viku, næsti fekk viku það var í gangi í mörg ár þannig að væntalega ef einhvern tímann löggan komist á snóður það er einhverju krakkar að meðhandla skjaldbökur allan daginn en einhvern veginn var ekkert gert í því Nei, eða kannski var þetta bara falið, kannski var bara ákveð á foreldarnir því með ekki segja nefnum frá þessu skjaldbökurina en það var tómt vesen því að búrið var svo ógeðslega stórt risastórt glerbúr voru það svona stóra skjaldbökur eða voru það Nei, þetta var svona þessi ég er að tala um var bara svona 7 cm ég var það ekki bara þegar það voru litlar Gæti verið já, svo stækkaðir sko. Já, eldast þannig að, já, maður er búin að meðhandla alls konar kvikindi En ertu komin á þann stað að þið langi að eignast gæludýr onni það að vera með 3 börn? Nei, ekki nú Heldur að koma að því? kannski einhvern tímann, þegar börnin hún eldri og fara byggjum þetta á eitthvað svona Ég hugst það sem með hundana sko, nú býr hundur liðin á mér já, Þetta er samt alveg vesen, þú ert að fara með út að labba og það þarf að sinna honum og gera honum að borða og diggiti og já, svona já það er líka allir að fá sér sama hundi núna alltaf sami hundurinn hann Hvað Frikki hundur? og Jón og Sóli og ég held að Jakob Birgis að vera að fá sér svona líka í gær alltaf sama típan sko, ég man ekki hvað þetta heitir eitthvað Havaní eitthvað Hann var ný já, Havaní Þetta er- það er bara því að hann fer ekki úr hárum og er bara engin fyrirhöfn í honum þarf það ekki að labba með hann En okkur þá eiga hund? nákvæmlega Viltu ekki, já, sko, ef ég geti valið mér hund þá var ég til að eiga bara hundin Rex Schöffer það er helvitsvinna líka rosalega hund sem getur Já, bara ég var- varið mig að það kemur fyrir og ég var til í veiðhund það er þá einhver labrador eða það er nú hundar sem þú þarfst að hafa fyrir sko. já, já, og þú elur þá ekki bara upp einhvern deginn sko. nei, það er enda punktur Já, ég veit það ekki svo kísa sko þú veist, það er mikið að kísum til dæmis í Vesturbænum það er ómikið að kísum Finnst þið það? já, Okkur? ég bara, þú veist ég var svo oft lent í því að einhver kísa komin á svalinnar og komin inn og bara svona, Er það? já, Heldur þessi meira af kísum í Vesturbænum og miðbænum heldur en Já. bara í útkvörum eins og bara það sem ég bý já, ég held sér meira kísu fólk eða þú ert kísu fólk þá Já. býrðu í Vesturbænum En hver er munurinn á kísufólki og hundafólki? kísu fólk er meira fólk sem er myndi segja jafnaðamenn væri svona kísu fólk Jafnað menn eru kísufólk og já, svona þú þarft náttúrulega að eiga helvítis húsnæði og með hund Ormsson, það er náttúrulega þvottavél og þurrkarar, við gáum þvottavél og þurrkarar á live-sjóun okkar frá Ormsson og ég er búin að heyra af því að fólk er gríðarlega ánægt með þetta sem að fengu þvottavél og þurrkaran svo líka bara að þú versla við Ormsson það er svo góð þjónusta hjá Ormsson Mér finnst það skipta máli, ég elska góða þjónustu talandi góða þjónustu, orkusalan það er þjónusta í lagi og ef þið farið bara inn orkusalan.is þá bara þau gerir þetta svo einfalt fyrir ykkur það er bara, viltu skipta rafmagn, tekur undir 2 mínútur Heimkaup.is, það eru þægindi Heimkaup sendir heimtíðin en þú getur líka sótt þetta í mjóttina og þegar ég verið að panta túli heimtíð mín sem dæmi að þá nota ég alltaf heimkaup.is Já, en það er nú komið í getur lög verið í litlu húsnaði og átt kísu Já, en ég meina Inga Sæland, hún barast fyrir því að nú þarf ekki lengur leyfi til þess að vera með hundi í fjölbíli til dæmis og bara færði hund, nei, já, bara já fáður hund en fólk vill kannski hafa garð og geta hendunum út og eitthvað svona Já, það er svona kannski sem að maður hugsa með hundana sko. Já, getur bara fengið minni hund einhvern sem þarf ekki reyna fyrir öfn og það er ekkert mikið um að setja með labrador og fjórðuðaði blokk það er ekkert mikið um það, held ég sko. það er kannski ekki komið reynslaða kannski núna eftir að lögunum var breytt sko. já, En er ekki líka þannig að þú mátt ekki fara með hund í strætó eða hvernig var það? Jú, það má jú, maður mátti ekki
hann mátti ekki og inn á veitingastæði og eitthvað svona já, nú máttu fara með í flugvél sko. og var ekki Gísli Martin alltaf að kvarti við að Tinni mátti ekki fara með honum Jú. eitthvað. Jú, það var eitthvað svoleiðis, jú. En nú er ekki Tinni dáin Hann er fallinn frá, já, elsku Tinni já. En En fékk- langt síðan en fekk Gísli sér nýjan hundi það, veistu það? Nei Nei. Það er ekkert allir sem gera það Þú veist, hann var svo mikið persóna Tinni sko, að hérna substitute er honum ekkert sko. Hann var svona golden retriever eða ekki Jú, fallegur hundur sko. En hvernig veistu það að Gísli fekk sér ekki annan hund? Að því ég bara sé það Ég Já, já. hitt Gísla Martin og hann lappar ekki með neitt hund lengur Lát sér heit Gísla, þegar maður fá hann inn í podcastið Pétur Martis náttúrulega á líka hund eða átti, hann er kannski fallinn frá líka það var svona labrador brún Það sem ég er svo skrítið við að fá sér hund er að þú veist að hann lifir bara svona 10-15 ár Þetta er svo stöðið tími Þannig að Já. ef þú ætlar að vera hundamanniskja þá þarftu bara að skipta hundum út bara ég veit ekki, 6 sinnum yfir æfina eða 5 sinnum yfir æfina 5 hundar, það er kannski ekki það mikið Nei, það er kannski ekki mikið 5 hundar Þetta er náttúrulega bara fjölskyldu vinir skilur mér finnst náttúrulega kísur ekki vera alveg þannig sko. Eða, þú veist, það er það fyrir fólki en ég er alltaf smá hrættur í kísur bara svona, ég veit ekki hvað að hugsa En þegar fólk til dæmis þegar kisa hjá einhverjum deyr er það sorg? Nú er ég að segja þetta í full auðvitað. ég er að segja þetta með virðingu af því ég tengi ekki við þetta, ég er ekki dýramaður Nei, ég var ekki alin upp við dýr, ég var aldrei átt dýr Nei, en þegar kisaðin deyr það er bara grátið og það er bara þú veist, fólk hittist og hún er jörðuð og svo ertu bara leiður í mánuð já, Eða, hvernig er þetta er þetta? jafn mikið dýr og hundur Ég er bara uppleitið fyrst skiptið þegar hundur hérna, pappina Völu Já, misti hund já eða þau misti hund fyrir 5 árum eða eitthvað og það var bara svona moment, bara hann er dáinn og við fórum í heimsókn og ég, já, ok við fórum í heimsókn eitthvað, og það var bara svona það var ekki eins og einhver manneski hefði dáið, en það var samt svona meiri sorg en mig grunnaði Já, það voru allir bara svona auðvitað. leiðir á heimilinu og já, svona vera að minnast hundsins og Var að tala um hann svona, já, ég manst þegar hann já, og var eitthvað svona Já, ok og þá fattaði, já, fólk auðvitað tengist hundunum sínum og þetta er alveg moment að hundur deyr en fyrir það þá hef ég aldrei pælt í Það fyrir kannski eftir hvernig hann deyr ef hann deyr úr elli þá er flestir kannski búin að búa sér betur undir það en slysfarir er náttúrulega miklu alvarlega sko. Ég kom inn í svona að ketti sem var búið að keyra á sem lá bara á götunni bara og ég var bara, hvað á ég að gera að því ég vil ekki að það kveljist þannig ég var svona að hugsa, á ég að snúa Nei, Benni, Jú. þú drepur ekki kött sem þú sér út á götu sem er bara að deyja þú ringir bara í lögguna strax ég gerði það og hvað, veistu hvað löggan sagði mér að ringi eitthvað borgina og ég ringdi það í borgina og þá kom einhver maður frá borginni og tók köttin köttin og þú bara sast yfir honum bara, Þangað til. sár kvöldum lengi eða hann var reynda mjög snöggur viðkomandi að koma og ég veit ekki hvað hann gerði við köttin sko. Heldur að hann hafi bara hort á hann deyja? Nei, Nei, en hann er eðlilega kannski ekki sprautað hann niður sko. En það er ekkert auðvelt bara að drepa kött og keirir, já, ég geti það ekki Nei, og þú snýrð ekkert Nei, ég tegur gerði ekkert það bara kött og bara snýrð það úr hálslið eitthvað auðveldlega kettir eru alveg svona dýr Já, ég þú myndir freka kirkjan, skilur, haldum hálsin og bara svona þrengja og þú bara þá myndi ég nú frekar inn að snúa hálsliðin sko. Þetta tekur óratíma eða tekur hann upp og svona slærð honum í eitthvað Nei. lemur honum utan Hann var augljóslega að deyja Úst, ég bara sá það, hann gat alltaf andað og bara blóðugur og þetta var ógíslega aðkoma En þú var væntanlega að hugsa hvernig gerir ég það? Já, það kom svona að því að maður er nú vanur að skjóta fugla og þeir eru kannski ekki alveg dauðir og þá þarf maður að klára þá Þannig að ég hugsaði það sama með köttin en hérna, ég gerði auðvitað ekki neitt sko. Ég var bara í áfalli, ég var í smá áfalli mér finnst þetta hræðilegt sko. Skilað mjög, Já. ég er bara að koma að dýri En löggunni var drull sko. Þetta var bara borgin, einhver á borginni það var eitthvað svona númer sem ég ringdi í Þetta er kannski ekki akut símtal hjá löggunni Nei. köttur hérna að deyja Nei, en það var einhver að sinna því það er náttúrulega, við höfum talað áður í þessu podcasti það eru sko dýra kirkjugarðar einhverstaðar á höfuðborgarsvæðinu það sem að dýr eru jörðu auðvitað já. en er það sama bara sem með hesta og svona hestur deyr, er hann jarðaður eða er hann bara Það er heldur stór gröf Já. Nei, hann er jétin maður
Já, Eða kannski ekki- Hrossahakk. Já, en ekki gamall hestur, þú borðar ekki gamlan hest það Það er var, svo ógislegt. en það var einhver að segja mér sko, þetta er gott trikk sko til þess að ríja, þú veist, hakk og svona, af því hakk eru svo dýrt, bara kjöt í dag er bara einhver muna. Dría, Já, þú veist, bara, ef þú ert með bara, þú var að gera lasagna, bara 50-50, hrossahakk á móti nautahakki, þú finnur ekki munin, það er rétt. af því hrossahakk kostar ekki neitt sko, þetta er 700 kall kílóið eða eitthvað, Já, það er mjög gott. bara hrossalasagne. Við fórum oft hérna reglulega á 3 frakka með pappaðinum og fengum okkur hrossa steik. Alveg eins og nautasteik. Já, ef hún er vel elduð, þá er hún helviti fín sko, Já, og getur mjög góð sko. já. Herru, ég þarf í dag að fara hérna, hérna niður svo lítið, Hvað er planið? leiðilegasta mission í heimi, hún er biluð djúðust þvóttavélin. Það er nú eitt símtal á Ormsson og þú er búin að klára málið sko. Ég veit að þetta er bara eitthvað þrjóska í mér sko. Ég veit að ég get talað fólki í Ormsson, Já. bestu þurrkarnir og þvóttavélarnar eru í Ormsson. Bara svo- Samsung, AEG. Já, bara það sé langar. Nei, ég þarf að fara að minni í viðgerð sko. Fer maður með þvóttavél viðgerð eða kemur ekki einhver á lagar? Nei, þú þarf til að fara með hana sko. Það er bara, Það er vesen. þvottavéla verkstæði sko. Og hvernig ætlað þú að framkama það? Ég veit það ekki. Ég er þrennt á to-do-listanum í dag. Ég þarf að ringja fullt af leikskólum og reyna að væla svon minn inn. Já, Ég þarf að fara með þess að þvottavél og svo ætlum við verðin að finna eitthvað hérna, eitthvað svona úti húsgögn, hvað heitir þetta? Svona stól eða eitthvað. já, til að setja á pallin. Já, Já, en að ringi leikskóluna, mér finnst það ekkert eðlilega óþægilegt. ég mæli Ég ætla að klára Sonur þetta. minn. Ég mæli með að þú farir í IKEA og kaupir þér allavega út í húsgögnin þar. Enda eins og við sjáum hérna, þetta er IKEA sett Já, á miklu leiti. Vælaði inn, já, sko. Þú átt að vera löngu búin á því. Já, það er að koma sumar, sko. já, ég var duglegri með hinn sko. En með að væli sig ekkert inn, maður bara fæ pláss eins og almennilega Já, maður. ég er bara búin að heyra það að það séu börnan núti sem eru yngri en sonur minn Að fá komin með pláss Já, ok. og akkur þá, veist, er þetta ekki allt bara einhver kennitala á aldursröð eða er þetta Það er líka fyrir eftir hvað býrðu vantarlega. Þú velur ekki 1, 2, 3 eitthvað svona. Jó, svo bara getur valið fleiri jafnvel, bara eitthvað svona, Já, eitthvað. En hann er ekki að komast inn þannig Já, að já, það verður þá- brekka í haustina Vala byrja að fljúa bara í haust Já, þetta er vakt að vinna. Það lítur að þetta var skipleggja það einhvern veginn. Dagur verður bara með okkur hérna í öllum podcastum og því sem við erum að fara að gera í haust Nei, eins og römmurna. grenjandi á kantinum og það nennir sér ekkert lengur Ok, en ertu þá ekki samþykkur því að hérna, náttúrulega sjálfstæðarflokkurinn komst til valda, það er að þetta fyrirtæki geta verið með leikskóla. Ekki það að þú sitt að vinna hjá henni fyrirtæki akkurat núna, nema sjálfur þér. En er þetta, þú veist, ég held að þau eru ekkert að fóta einhverja full on leikskóla er þetta ekki bara eitthvað svona til að brúa bilið eitthvað, þetta er Jú, þetta jú. er bara svona dagmömmu konsept eitthvað Jú, það er ekkert fyrirtæki að fara að opna bara eitthvað geggjaðan Lúxus. leikskóla Nei, þetta meina bara svona herbyggja á fyrstu hæð sem að þú getur droppa börnunum á. Það er nú ekki ég sé ekki flott. fyrir mér eitthvað fyrirtæki sem fara að opna eitthvað geggjaðan leikskóla Heldur það samt ekki? Nei. Bara ef að ha? mér finnst það ólíklegt, já Nei, þetta er meira bara eitthvað svona, þú veist, hann kemst inn í þennan blí en með mig antar núna, diggi þú veist, svolítið eins og dagmömmu konceptið er Já, þú veist, börnir það þangað til þau fá svo pláss á leikskóla já, IKEA geti nú verið með svona koncept. Það er mikið pláss þarna líka, boltaland og Veistu eitthvað, ég hef alltaf hugsað, okkur opnar ekki bakarís útibú bara IKEA bakarí það er bara í Vesturbænum og í og lalala, að þetta er besta bakarí á landinu já, það er í alveg, mjög gott. bara kleinunar, snúðanir hana og nú er ég elska hérna, að búa til pizzadeig og ef ég næ ekki að búa til mitt eigið pizzadeig þá er pizzadeig í IKEA bara svindl gott og trekir að Hvað gerir það betur en annað Já, pizzadeig? það er bara eldað on the day sko, og sett svo bara Bakað. já, þannig að og trikki er að taka degið í sér helminga og lefa þeim kúlum að hefast þannig að ein kúla frá IKEA er eiginlega 2 deg sko. Já, ok. Geðveikt Já, gott, já, sko. já. elska það sko. Já, ok. Þetta er enda góð pæling. Hvað ætti þetta IKEA bakari að vera? bara til dæmis bara, ég veit það ekki bara, Skeifunni? já, það er þessu vegna Og bara svona IKEA stemning í því. Bara allt IKEA innrætingar einmitt. og svona gler, hann nú getur séð vera að baka Það er svo skemmtilegt. Krakkarnir er svo gaman að því. já, Já, kíkja. já, Það er líka þannig á Dominos. Já, Þú getur já. hort á bökunina. Það er svo gaman að gera það. eðlilega pyrrandsamt fyrir það sem er að vinna þarna. Hæ krakkar
en nei, það var næ sko, af því að kleinunar, geggjaðar og maður getur bara einhvern veginn keyptar þegar maður fer þangað og maður fer, ég get alltaf í IKEA skilur, Nei, þannig að það var næs að geta gripið þetta á leiðinni heim eða eitthvað. þetta er viðskipta hugmynd fyrir ykkur Heldur betur, Já það er bara hannig. En þetta eru sko, ég er með verkefni í dag líka Ég er með barnaamali í dag Bekkjaramali í hérna tækjasalunum í Smáralind Þú hver á amali? Elmar? Er búin að amali? Nei, hann er haldað eins bara fyrir með félagunum Hvenær á hann eftir amali? Hann er 28. Já, mæ. Já Hvað er hann þá gamall? Hann var 6 ára Hann er 6 ára. Strákurinn sko Já, þannig að það verður verkefni Ég hef ekki haldið áður ammali í þessum tækjasal Það er svolítið kátíst en ég held að verður bara skemmtilegt Já, þetta er Hvar fórst þú í ammali sem badd sem þú varst bara, vá, þetta er geðveitt Ég man eftir því ég Var maður að fara eitthvað svona? Ég hélt 2 ammali í Keiluhöllinni hérna í Öskjuhlíðinni Þá fékk ammælisbarnið alltaf svona gullita keilu sem er búið að spreyja eina keilu sem er búið að spreyja á gulli á og svo til hamingju með ammælið og svo voru allir gestirnir látni skrifa á þannig að ég á nokkra svona keilur í geymslunni Í alvöru? Já, frá því maður hélt barnaafmæli í Keiluhöllinni sko. Ég man ekki var maður ekki alltaf bara með eitthvað svona ammæli heima bara eitthvað Jú, oftast og... En svo kom svona tímabil þar sem að þetta var vinsælt að halda í keilu eða halda í leysertag þegar leysertag var, hvar var aftur leysertag? Það var þegar maður var hún aðeins eldri sko. Já, ég veit það, en hvar var leysertag aftur? Var það einnig nýri í Skútuvogi þar? Ég man það ekki Okkur minni með það? Eða var það í Faxafeinu eða eitthvað annars Já, ég get ekki með það sko. Já, en þú veist Boltaland, það var náttúrulega þegar bara varst miklu yngri sko. en keilan var helvíti vinsæl Já, svona keilan í mjóttinni sko. Manstu þér henni? Já Nei, ég er náttúrulega á ammali sumar, þannig að það voru ofta eitthvað svona úti ammali, eitthvað svona allir saman eitthvað í Elliðadalum eða eitthvað svona bli. En núna náttúrulega er búið að taka fyrir þetta svo í skólanum með börnunum mínum, þá má ekki halda svona bekkjaamali. Það er bara valið eitthvað svona öll börn frá janúar til mars eða eitthvað halda sameiginlegt ammali einhvers þar Svo bara er öllum börnunum í árgangnum hrúað og það er bara ammali og maður veit ekkert hver á ammali og þau gef ekki neitt en það er nú mörguleiti bara sniðugt maður það er alveg sniðugt en samt líka alveg, það er leiðilegt samt, smá leiðilegt samt að þið missi þessar minningar þú manst alveg hvernig þetta var þegar maður var einhverjum ammælum og en má ekki þegar þú ert í 7. bekk þá ertu orðin nei, þetta má þetta ekki þá nei, þetta er bara allan hvað gerist þegar þú heldur ammæli það er bara, tiltal það er ekki nett skilur og kemur tiltal já skólastjórinn, hann ringir í þig Nei, en þetta er bara svona foreldrarnir eru sammála þetta svona er þetta bara Manstu ekki maður var í 7. bekk og maður var fann að fara í SBK og eitthvað svona, manstu ekki þetta SBK Jú, sannleika prósent kontor svo ekki kistan prósenta, það maður gefa börnum einhverja prósentu Hvað gefur marga prósentur í Sindra eitthvað En var margir gjafumildur á prósentur? Þú veist, að þú vildir ekki móðga einhverju stelpu þetta var alveg brútal manni Fekkst þú einhvern tíðan bara 10%? Ég man að það situr rosalega í mér ég man eftir einu barnaamali þá var frænka stelpunar eitthvað svona líka í amalinu og svo voru að gefa prósentur og hún átti að gefa prósent í mig og sagði eitthvað 99% hann fengi 100 ef hann væri ekki með teina því að hann var með teina sko. En mér varst það samt alveg hrós sko. Já, mér finnst vel gert að sko teinarnir séu bara 1%. Já, henni fannst þið ljótir sko. Já, en ég hefði þá hugsað að þú fengi það bara 70% því teinarnir eru svolítið ábyrrandi, skilur við. Ég man vel eftir þessu. Varstu líka með beisli? Ég svaf með beisli, já. Já. Varstu með alveg svakalega skakka tennur? Ég manna ekki sko. Jú, það hlýtur að vera. Eitthvað yfirbytt og eitthvað. Yfirbytt, já. Eða undirbytt eitthvað. Ég gleym öllu svo hratt maður. Já, lítur náttúrulega mun að þú hafi verið með skakkatennur. En mér varst mjög óþægilegt í 7. bekk að fara í eitthvað svona kistana. Já. Ég var svo saklaus framan af sko. Ég var eitthvað kistana. Það er ekki bara mömmukoss? Já, hvenær fórst þú í sleik í fyrsta skipti? Manstu það? Já, ætlaði ekki verið í 7. bekk. 7. bekk? Ég held það.
bara full on sleik bara tunga á Ég held það, sko, ég man nú ekki alveg eftir því en samt greinlega mannst smá eftir því já, ég var allavega í grandaskóla og hvernig moment var það? Var þetta bara Ég man ekki eftir því Prýris að reyna munna það? Það hefði bara verið eitthvað svona Ég bara, var þetta bara í veit það ekki, sko. skólanum eða var þetta einhver afmæli eða var þetta Mér langar að segja að það hafi bara út á leikvelli sko. það er ótrúlegt þetta er einhver player, bara í sleik Já, ég var early sko, hvað maður segja early sleikjari Nei, ég var náttúrulega bara, var ekki bara fallit barn skilur, svo bara breyttist það fallegt barn Já. en að þeir sem voru fallir fengu að fara í sleik Nei, líklega maður þarf líka að hafa smá allir sem fengu ég er bara að hugsa bara eins og bara Eysteinn hann á leiðinni í fjórðabæk sko, það er bara svo hann sé að fara í sleik eftir 2 ár Já, það er bara flott í honum ég veit ekki með það sko Nei, en veit hann hvað sannleika prósum kontor er? nei, hann er ekkert komið þangað. nei Ég held að farið þanga fyrst, svo fer í sleika ekki já, Eða flöskust út ég man til fyrsta streiknum mínum sko Já, þá var ég alveg komin, þetta var sömari fyrir mentó sko já, veist, þá það er nú alveg- helvíti seint það var búinn með 10. bekk Já, það er svolítið seint já, ég var bara eitthvað að spila Counter-Strike í rétt og var bara eitthvað með strákanum og klifur upp á húsþög og gera dyraöð og mér fannst þetta mjög erfið transition eitthvað svona Þið langaði að vera lengur barn. ég átti erfitt með þetta sko þannig að ég bara og ég man þegar vini mínu voru eitthvað svona að byrja að drekka og eitthvað svona mér fannst þetta allt erfitt sko Já, svo detturinn á þá vagn og fer bara all in Drekku mikið slik og nei, ég er bara fór ekki mikið í sleik sko ég var aldrei í sleik í mentó og svona Nei. mér fannst það bara astanlegt sko Já, þú hefur svolítið talað um það að sé asnalegt sko. já, að vera eitthvað ég var að fara í gegnum gamla myndir hérna fyrir live showið sko Já. ég var ekki að spá að byrta það þannig að í vídjón sem vorum í byrjun þá voru eitthvað svona myndir af hérna, vinuhopnum í sleik á böllum það var einhver náð því á mynd sko Já. það varst ekki þú eða ég sko Nei, það hefur verið skrítið að sína aðra menn í sleik já, en í ég intro og live ætlaði show. að láta lúkka eins og þetta væri við sko þetta var svona mynd af hnakka Já, það hefði alveg verið fyndið sko já. en þá var að vera að taka mynd af þessu en djöfull emma samt fegin að hafa farið í gegnum þetta tímabil og það voru engin samfélagsmiðlar og myndir og allt tekið upp á vídeo og Já, það er bara frábært. okkar menntaskóla ár og bara svona 8., 9., 10., 7. og niður, bara þetta er ekki til þetta er bara minning í móðu Já. að max eitthvað svona einhver svona bloggcentral.is eitthvað Benny, hann sást hérna Já. kannski ein mynd en En nú er þetta allt, já þetta er djöðs álega að vera krakki í dag eins og í menntaskóla, það var allir með síma og allt tekið upp á vídeo og var allt til og Þetta minnir mig á eitt að því ég var að horfa á heimildamönd á Netflix í gær hérna ég veit ekki hvað hún heitir, Crash eða eitthvað, stelpu sem að lendir í bílslýsi og hún er í fangils í dag út af bílslýsinu klest á vegg og 2 vinir hennar eða sérst kærasti og vinur hennar dóu já, allavega, ég hvet fólk til að horfa á þessa mynd þetta er áhugaverð mynd en þá er verið að sína þetta sko að það búið að recovera svo mikið af efni frá þeir sem létust og henni Þetta leikir af samfélag, nei, þetta er bara heimildamynd ok, og mikið magn af efni sem að búið að taka upp á þessa síma sem bara sínt skilur það er svo skrítið að horfa á þetta og einhvern veginn já, ég veit ekki hvernig að orða þetta þú veist, þetta er bara manneskja sem er bara case og það er bara til svo óbóðslega mikið af efni, þetta gerist ef hún var kannski 17 ára held ég eða eitthvað, maður ekki bara allt þetta efni sem fannst á símanum hennar og þeir sem létust svo mikið efni sko, bara mikið rugl ég veit það allt og mikið, já, eða það er að gera heimildamynd þig þegar þú varst 17 ára það er ekkert já, það er eitthvað en ekki þessu magni sem það er í dag nei. en ég held stundum að þetta hafi ekki jákvæð áhrif maður hefur heyrt sko að krakkar í menntaskóla þau eru bara hægt að dansa sko og þóra því ekki já, því það er bara allt ekki upp á vídeo bara dýrlega aðstæðanir dansa þessi var að dansa já, ég ætla nú ekki að láta það nappa mig vanga, vanga, já, vangið vangið ég vangaði aldrei nei, Nei. mistur á Jó, eða vanginu byrju vangaði maður
fór eitthvað svona lag í gang og svo var maður eitthvað svona vanga Já, ég held að það sé kannski liðin tíð eða ekki, kannski út af þessum samfélagsmiðladóti eða krakkar eru meira bara meira svona Já, eða Búm-búm bara, tónlist. eða bara ekki neitt sko. bara hanga heim eitthvað og fara í síman og... En krakkarnir, það voru fullt af krökkum á herra netusmjör sko. Til dæmis litli bróðum minn var þar og hann var bara, þetta er geðveikt, var bara fremst. Já, hvað er bróðum gammal? 20 og eitthvað? 19. 19? Já, Já, ég er að tala um svona yngra svona 15-16 já, dansa Ég veit ekki hvort það hefur verið svo ungi krakkar á herra. Nei, ég Jó, veist það. á Barna, tónleikonum, það sem ég Já, var Barna, já, Þar já. var allur skarinn sko. Herðu, við ætlum að segja þetta gott í dag. Já. Takk fyrir að vera með okkur þennan daginn og og takk fyrir að hlusta. Já. Það voru margir sem kom að mér á herra neðsum í tónleikunum og voru bara, ég hlusta alltaf, ég var svo gaman að heyra þetta. Gaman að fá feedback. Við erum ekki lengur hraðfréttastrákanir, við erum hlaðfréttastrákanir Já, ég var aldrei satt hraðferð til lengur sko. Nei, það er bara eitthvað gömul minning Það er bara eitthvað viðbjöður sko. og stundum gerum við spesiala Já, það er langt í næsta held ég sko. Gera spesial þegar við erum 60. Nei, það Komið þið sælu og velkom. Já, nei, það er kannski ekki býða með það. Við getum, annar okkar geti bara ekki verið til þá. Hættu þessu Nei. Takk fyrir okkur í dag, verið sæl.